Góðærinu að ljúka og Ísland að sigla inn í tímabil kreppu og samdráttar í efnahagslífinu. Fréttastofa Stöðvar 2 með næstu kvöld skoða þetta og jafnframt hvort þetta yfir rök að styðjast. Við hefjum athugun okkar í kvöld með því að kanna kreditkortanotkun og bílainnflutning. Þar kemur líka í ljós að velta kreditkorta jókst 27% í síðasta mánuði miðað við sama mánuði í fyrra og nýskráningum bíla fjölgar sífellt. Höskuldur Kári Schram rýnir í krepputal. Það talað fátt annað þessa mundir en yfirvofandi kreppu. Af neyslu almennings að dæma hins vegar ekki að sjá að sé nokkur kreppa í spilunum. Kíkjum á nokkur dæmi. Samkvæmt hagvísum Hagstofunnar hefur velta greiðslukorta aukist. Í janúar á síðasta ári nam kreditkorta velta heimilanna tæpum 20 milljörðum. Í janúar á þessu ári nam hún hins vegar rúmum 25 milljörðum og eykst 5 milljarða. Velta debitkorta eykst að sama skapi tæpar 40 milljónir, var 16 miljardar 198 milljónir í janúar í fyrra, en var á þessu ári 16 miljardar 234 milljónir króna. Þá eykst einnig velta kreditkorta erlendis rúman halvan miljard, fer úr tæpum 2,4 miljardum í rúma 2,9. Af þessum tölum að dæma ljóst að almenningur eyðir nú sem aldrei fyrr. Seðlabankinn hefur beitt stýrivöxtum til að slá á þensluna en hingað til án verulegs árangurs. Fjöldi nýskráðra bíla heldur áfram að aukast. Á fyrstu 2 mánuðum síðasta árs voru nýskráningar alls 2636 en voru í ár 3640, sem heildaraukning upp á 1000 bíla. Ekki útilokað að neysla dragist saman síðar á þessu ári. Í endurskoðaðri þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins gert ráð fyrir að eitthvað dragi úr innlendri eftirspurn, meðal annars vegna minna framboðs af erlendu lánsfé. Íslendingar virðast ekki hafa miklar áhyggjur af yfirlýsingum samdrátt og aukið atvinnuleysi. Vöruskiptahallinn heldur áfram að aukast og sjaldan hefur selst eins mikið af kampavíni. Stöð 2 heldur áfram að kynna sér neysluvenjur þjóðarinnar í skugga tals yfirvofandi kreppu. Höskuldur Kári Schram. Kreppueinkennin láta á sér standa þrátt fyrir yfirlýsingar ráðamanna og annarra að framundan sé samdráttur í efnahagslífinu. Eins og greint var frá í fréttum Stöðvar 2 í gær jókst kortavelta heimilanna rúman fjórðung á fyrstu 2 mánuðum þessa árs miðað við sama tíma í fyrra. Þá hefur mikill uppgangur verið í sölu nýra bíla, þar sem af árinu og nemur aukningin tæpum 47%. Landsmenn virðast í almennt ekki hafa miklar áhyggjur af yfirlýsingum samdrátt og aukið atvinnuleysi. Samkvæmt tölum Hagstofunnar vöruskipti við útlönd heldur viðskiptahallinn áfram að aukast. Á fyrstu 2 mánuðum síðasta árs nam vöruskiptahallinn tæpum 8 miljardum, var 2,8 miljardar í janúar og rúmir 5 miljardar í febrúar. Á fyrstu 2 mánuðum þessa árs nam vöruskiptahallinn hins vegar 22 miljardum og hefur því aukist 14 miljarda. Alls nam heildarverðmæti innflutnings í janúar og febrúar í fyrra 58 miljardum króna en 66 miljardum í ár. Aukning upp á 8 miljarda. Almenningu virðist líka kjósa dýrari vín. Samkvæmt tölum ÁTVR drukku Íslendingar 1000 lítrum meira af freyðivíni og kampavíni í byrjun þessa árs miðað við sama tíma í fyrra. Í stuttumáli sagt, meiri kortaðisla, fleiri bílar, meiri innflutningur og dýrari vín. Svo geta menn spurt, þetta dæmigerð einkenni kreppu? Íslendingar hafa haldið að sér höndum í fasteignaviðskiptum síðustu mánuði. Langtum færri festu sér húsnæði fyrstu 2 mánuði ársins en á sama tíma í fyrra. Þá eru dæmi að verktakar bjóði 100% lán til viðskiptavina. Menn halda hins vegar áfram að byggja eins og ekkert hafi í skorist. Stöð 2 heldur áfram að skoða Ísland í skugga yfirvofandi kreppu. Lóa Bind Aldísadóttir. Fréttastofa hefur síðustu 2 daga kannað hvaða áhrif krepputal undanfarinna vikna hefur á landan. Í ljós hefur komið að vöruskiptahallinn hefur aukist, kampavín selst sem aldrei fyrr, kortavelta eykst og nýju bílar stoppa stutt við hjá umbúðunum. Af þessari neyslu að dæma virðast landsmenn hafa yft öxlum yfir krepputalinu og haldið áfram að strauja kortin. En það á þó ekki við öll svið þjóðfélagsins. Niðursveifluna má að nokkru leyti rekja til bankana. Það dýrt fyrir þá að fjármagna sig og þeir þar af leiðandi tregari til að lána. Því skildi engan undra að einhver einkenni kreppu sé á fasteignamarkaði. Fasteignamat ríkisins heldur utan þinglista kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri, Árborg og Akranesi. Fyrstu 2 mánuði ársins í fyrra voru 1458 kaupsamningar þinglistir. Fyrstu 2 mánuði þessa árs hafði þeim fækkað 37% og voru 920.
Eitt kreppueinkennið að minnst samdráttamerkið þegar verktakar fara sjálfir að bjóða lán. Það voru einhver dæmi þetta áður en fasteignasprengjan varð hér haustið 2004 og nú býður Mótás þeim sem vilja kaupa sér 3 herbergja íbúð hér í Skipalóninu lán, viðbótarlán upp að 100% og hafa víst þegar nokkrar íbúðir selst með 100% láni. Eins og framkvæmdastjóri Mótás sagði í samtali við Fréttastofu í dag, ef bankarnir vil ekki lána, þá verða bara einhverjir aðrir að taka það að sér. Byggingabransinn hins vegar enn í fullu fjöri samkvæmt sementsölum landsins. Salan hefur ekkert dalað, engin merkir samdrátt, enda klára menn hafin verk og því ekki taldar líkur á að sala á sementi dragi saman fyrir en líða tekur á árið. Krepputal hefur ekkert biti á innflytjendum á ylvötnum, snyrtivörum og sjónvarpstækjum. 30% fleiri sjónvarpstæki voru flutt til landsins í janúar en á sama tíma í fyrra. Fréttastofa Stöðvar 2 heldur áfram að skoða hegðun landans í skugga spádóma kreppu. Lóa Pind Aldísadóttir. 4. daginn í röð rýnir Fréttastofa í þjóðfélag þar sem orðin samdráttur, kreppa og niðursveifla heyrast nú á hverju götuhorni. En góðærinu að ljúka. Eins og fram hefur komið í fréttaröðu okkar síðustu daga þá hefur þrátt fyrir allt krepputal, vöruskiptahallinn aukist, kampavín rokselst, kortavelta eykst og æ fleiri bílar eru fluttið til landsins. Þó eru færri að kaupa sér húsnæði þessa dagana en á sama tíma í fyrra, en byggingabransinn í fullu fjöri. Í dag skoðuðum við innflutning á vörum sem ýmsir neita sér þegar harðnar á dalnum. Sjónvarpstæki eru vissulega nauðsyn hverju heimili en margir bíða með að skipta út í gamla þegar horfur eru slæmar. Í janúar í fyrra voru rösklega 2400 sjónvarp flutt til landsins. Núna í janúar voru þau 30% fleiri. Ylvötn og snyrtivörur eru ekki ofarlega á forgangslista aðkreftra heimila, samt 18% meira af snyrtivörum flutt inn í janúar á þessu árin í fyrra. Og svo eru það bækur, blöð og tímarit, sem sumir strók út af innkaupalistanum á krepputímum. En þar sama sagan, innflytjendur veðja á lestostan. 68% meira af lesefni var flutt inn í janúar en á sama tíma í fyrra. Íslendingar velja sem aldrei fyrir að kaupa í matinn í lágvöruverslunum. Alltaf 100% meiri sala hefur verið í sömum verslunum Krónunar og umtalsvert meiri í Bónus. Þá er starfsmannasvelti matvörukeðjunni fyrir bí. Fréttastofan heldur áfram að rýna í neysluvenju landsmanna í skugga niðursveiflu. Lára Pind Aldísadóttir. 4. daginn í röð kannar Fréttastofa hvort umræðum að góðærinu sé að ljúka hafi áhrif á hvernig fólk eyðir peningunum sínum. En sem komið fátt sem bendir til að krepputalið hafi bitið á landsmenn. Að minnstakosti selst kampavín í stríðum straumum, kortavelta eykst, nýjir bílar renn út og enn fleiri ylvötn, snyrtivöru, sjónvörp og tímarit eru flutt inn til landsins en á sama tíma í fyrra. Færri eru þó að kaupa sér húsnæði þessar vikurnar en í fyrra. Í dag höfðum við samband við stjórnendur hjá stærstu matvörukeðjum landsins og þó að Íslendingar séu stundum skammaðir fyrir að vera ómeðvitaðir neytendur, þá virðist sem menn séu að verða heldur meðvitaðri. Umtalsvert meiri sala var í janúar og febrúar hjá Bónus en á sama tíma í fyrra. Krónan hefur verið að bæta við sig verslunum og stækka. Upp undir 100% meiri sala var til að mynda í Krónun og Bíldshöfða sem stækkaði á síðasta ári og 20% meiri sala í öllum Krónuverslunum þar sem af ári. Stjórnendur hjá dýrari búðum eins og Nóatúni og Hagkaupum bera sig vel en þar söluaukningin mun minni þó hvoru keðjan væri tilbúin til að gefa upp prósentutölur. Þó var á þeim að skilja að salan á þessu ári væri nokkrum prósentum meiri en á sama tíma í fyrra. Manneklan var mikil hjá matvörukeðjunum í haust en hjá Bónus, Krónunni, Nóatúni og Hagkaupum nánast fullmannað og nægar umsóknir berast. Umsækjendur eru margir íslenskir og eldri en áður. Eða eins og rekstrarstjóri Nóatún sagði, þá búið með starfsmannasveltið sem hrjáði verslanir til skamms tíma.